Og hvernig fara peningar sem þeirra peningar verður pöntunum? Þeir fara hratt, vel og örugglega. Þeir hittu ekki neitt fyrirkomulag bara bergið. Ég segi það. Þeir hittu ekki bara bergið, en hittir þú Tyrkina? Við erum stöddin í Sandeyjahöfn. Við vorum að sleppa inn fyrir innsiglinguna, svalferðin er búin yfir staðinn og við erum komin upp á land. Ég veit þín, Guðmundur Jón. Nú mál að vakna, klæða sig, fá sér kaffi, niður á bryggju og súpu og ræða nýja stjórnarskrá klukkan 12. Það var Siggi á Vatnsneysu dó og ekki annan stóra var ekki að slóra til útvarar veislu sig blóð. Og ekki annan stóra var ekki að slóra til útvarar veislu sig blóð. Ég held að við mjög mörg höfum sofið á verðinum og þá það spurningin. Getur stjórnarskrá, ný stjórnarskrá, ný og betri, getur hún komið í veg fyrir annar hrun? Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt þjóðfélag þar sem allir sitja við sama borð. Eins og Sjálfstæðisflokkurinn myndi orða þetta svo fallega og hefur gert frá 1929 þar sem við stöndum stétt með stétt. Takk ykkur fyrir. Rokkrútan er komin hingað alla leið, alveg út á Ystu-Nes og spýttar sem aldrei fyrr. Við vorum í Grindavík og áttum þar velheppnaðan fund með heimamönnum og núna erum við á leið á Vitann í Sandgerði. Auk þess eru skemmtiatriði með Þóri Baldursinni og Lýð Árnasinni og Guðjóni Arnari Kristjánsinni. Komið þið endilega á Vitann klukkan 4 í dag og hlustið og fræðist í. Hvenær? Á Vitanum klukkan 4 í dag er fundur nýja stjórnarskrá. Alþingi kvaddi saman þjóðfund. 950 manns sem voru valin af handahófi úr þjóðskrá og í því felst að allir Íslendingar, allstaðar á landi, á öllum aldri frá 18 ára og upp úr, höfðu jafna möguleika til þess að veljast til setu á þjóðfundi. Við litum á hlutverk okkar, svo að okkur bæri í rauninni ekki að gera annað en að færa vilja þjóðarinnar eins og hann birtist í niðurstöðu þjóðfundarins í frumvarpsbúning. Keflvíkingar, það er fundur á Ronni í kvöld klukkan 8 og umræðuefni er ný stjórnarskrá.